Styrkjum úr uppbyggingarsviði Vesturlands var úthlutað við hátíðlega atvinnu á Akranesi þann 20. janúar síðastliðinn. Að þessu sinni bárust 121 umsókn og var óskað eftir 114.209.091 krónu samtals. Samþykktar umsóknir voru 81 og úthlutað 48.080.000. Veitt eru styrkir í 3 flokkum. Það eru atvinnu- og nýsköpunarstyrkir, stofn- og rekstrarstyrkir til menningarverkefna og menningarstyrkir. Hér á eftir verður upptalning á þeim verkefnum sem hlutu styrk eftir flokkum og byrjum við á atvinnu- og nýsköpunarstyrkjum. Þar bárust alls 32 umsóknir og var samtals óskað eftir 58.170.240 krónum. Samþykktar umsóknir eru 19 og úthlutað 15.880.000 krónum. Og þau verkefni sem hlutu styrk eru eftirfarandi. Nýting á grjótkrabba, framleiðsla á soði, 200.000, Hrafnsteinar ehf. Kaffibrennslan Valería heimsækir Kólumbíu, 300.000, Campó Ísland ehf. Hoppað í Atlantshafið, 400.000, Hoppland ehf. Climbing Iceland, markaðssetning klifuferða, 400.000, Smiðjuloftið ehf. Borgarfjarðarbraut, 500.000, Ferðafélag Borgarfjarðar. Urður ullarvinnsla, 500.000, Ingibjörg Þórana Steinudóttir. Töfrar Breiðafjarðar, 600.000, Sjávarborg ehf. Metabolic Borgarnes, 600.000, Metabolic Borgarnes ehf. Nord Organic Food Fair 2023, 630.000, Kaja Organic ehf. Veislubólur, pinnamatur, 750.000, Skagafiskur ehf. Svepparækt í gróðurhúsum, 1 milljón, Kristína Isabella Cotofana. Frumathugun vegna rannsóknastöðvar og kolefnisbindingu, 1 milljón, Transition Labs ehf. Breið líftæknismiðja, 1 milljón, Breið líftæknismiðja ehf. La Brugeria, 1.200.000, Alexandra Dögg Sigurðardóttir. Umhverfisvænni og heilbrigðari landbúnaður með hjálp Bukasi, 1.250.000, Anna B. Ólafsdóttir og Ólafur B. Halldórsson. Uppskera á bláskel í Hvammsfirði, 1.250.000, Hvammskel ehf. Dala hvítlaukur, 1.300.000, Svarthamrar Vestur ehf. Skordýr sem fóður og framtíðarfæða, 1.500.000, Landbúnaðarháskóli Íslands. Vinnsla á grjótkrabba á Akranesi, 1.500.000, North Marine Ingredients ehf. Næst eru það stofn- og rekstrarstyrkir til menningarverkefna. Þar bárust samtals 7 umsóknir og óskað var eftir 21.566.000. Samþykktar umsóknir voru 5 og úthlutað þessu sinni 4.750.000. Og þau verkefni sem hlutu styrk eru eftirfarandi. Vetrarotnum sýninga í Landnámssetrinu, 750.000, Landnámssetur Íslands. Sjóminjasafnið á Hellisandi, 1 milljón, Sjóminjasafnið í Sjómannagarðinum. Rekstur Vínlandsseturs 2023, 1 milljón, Vínlandssetrið. Rekstur Eiríksstaða 2023, 1 milljón, Iceland Up Close. Eyrbyggjusetur, hönnunarferli, 1 milljón, Eyrbyggjasögufélagið. Þá næst eru það menningarstyrkirnir. Þar bárust 82 umsóknir og var óskað eftir 92.643.091 krónu samtals. Samþykktar umsóknir voru 57 og úthlutað þessu sinni 27.450.000 og þau verkefni sem hlutu styrk eru. Söguskilti í Ólafsvík, 200.000, Skógræktarfélag Ólafsvíkur.
6 viðburðir í gestastofu Snæfellsness, 200.000. Svæðisgarður Snæfellsness, SS. Ljósmyndasafn Júlíusar Axelssonar, 200.000. Safnahús Borgarfjarðar. Konudagstónleikar, 200.000. Katrín Valdís Hjartardóttir. Tónleikar með lögum við ljóð Jónasar Árnasonar, 200.000. Karlakórinn Svanir. Heimatónleikar í Stykkishólmi, 200.000. Hjördís Pálsdóttir. Trillukarlakór, 200.000. Bíóbúki ehf. Tónlistarheimsóknir á Vesturland, 200.000. Smiðjuloftið ehf. Vortónleikar, 200.000. Rakel Birgisdóttir. Kellingar í Verslun, 250.000. Guðbjörg Sæunn Árnadóttir. Þyrlurokk 90, 250.000. Rockland ehf. Skottuvan 2023, 250.000. Stykkishólmsbær. Vetrasýningar í Listhúsinu, 250.000. Michelle Lynn Bird. Íslensk sönglög að vori, 250.000. Kór Akraneskirkju. Menningardagskrá í Safnahúsi Borgarfjarðar, 300.000. Safnahús Borgarfjarðar. Dietrich, 300.000. Sigríður Ásta Olgeirsdóttir. Menningardagskrá í Norska húsinu, 300.000. Stykkishólmsbær. Gamla pakkhúsið í Ólafsvík, 300.000. Hollvinafélag pakkhússins í Ólafsvík. Árstíðirnar, 300.000. Lúðvík Karlsson, Liston. Hljóðupptökur á tónlist Karlakórsins Heiðbjartar, 300.000. Karlakórinn Heiðbjört. Listviðburðir í Dalíu, 300.000. D9 ehf. Heima, upptökur á sönglögum eftir íslenskar konur, 300.000. Hanna Ágústa Olgeirsdóttir. List og list á Varmalandi, 350.000. Hollvinafélag Varmalands. Sögustaðurinn Álftártunga, 350.000. Oddaholt ehf. Er Líðarfjörð að jólum, 350.000. Alexandra Rut Jónsdóttir. Sælusumurinn löng, 350.000. Anna Þórhildur Gunnarsdóttir. Uppsetning á leikverki, 400.000. Leikklúbbur Laxdæla. Uppbygging á Englandi, 400.000. Ferðafélag Borgarfjarðar. Listasafn Dalasýslu 30 ára, 400.000. Byggðasafn Dalamanna. Falið afl myndlistasýning, 400.000. Smári Hrafn Jónsson. Sumartónleikar í Hallgrímskirkju, Saurbæ, 400.000. Sumartónleikar Hallgrímskirkju. Jólasöngdætur Akranes, 400.000. Hanna Þóra Guðbrandsdóttir. Komum saman, Let's Come Together, 500.000. Alicia Tjajevska. Viðburðir í Landnámssetrinu, 500.000. Landnámssetur Íslands. Ólafsdalshátíð 2023, 500.000. Ólafsdalsfélagið. Júlíana, hátíð sögu og bóka, 500.000. Júlíana félagasamtök. Þjóðahátíð Vesturlands, Festival of Nations, 500.000. Félag nýrra Íslendinga. Frostbite,
Icelandic Horror Film Festival 500.000. Ársæll Rafn Erlingsson og Lovísa Lára Halldórsdóttir. Hér mitt frón, heimildarmynd 500.000. Arthúr Björgvin Bollason. Landbúnaður í gegnum safn og skóla 500.000. Landbúnaðarsafn Íslands. Örnefnasjá 500.000. Hollvinafélag Varmalands. Saga Þórnesinga byggja á Álftfirðinga, örnefnaskrá 500.000. Anok Margmiðlun. Jólatónleikar Hljómlistafélags Borgarfjarðar 500.000. Þóra Sif Svansdóttir. Skaginn syngur inn jólin 500.000. Eigið fé ehf. Söfnun munnlegra heimilda Saga laxveiða í Borgarfirði 600.000. Landbúnaðarsafn Íslands. Heima Skagi 2023 600.000. Rockland ehf. Kalman listfélag 600.000. Kalman listfélag. Fyrirlestrar og viðburðir 2023 700.000. Snorrastofa. Kona að strokka 700.000. Þorgrímur Guðbjartsson. Anima Mea stuttmynd 750.000. Hanna Ágústa Olgeirsdóttir. Tilrauna fornleifahátíð á Eiríksstöðum 750.000. Iceland Up Close. Hinsegin hátíð Vesturlands 2023 800.000. Hinsegin Vesturland. Listin að lifa 800.000. Munin kvikmyndagerð. Reykholtshátíð 2023 900.000. Sigurður Bjarki Gunnarsson og Þórunn Ósk Marinósdóttir. Útilistaverk til samfélagsins 1 milljón. Kvenfélag Ólafsvíkur. Skrýmslasafari skúlptúrgarður 1.500.000. The Freeza. iStox Icelandic Documentary Film Festival 2.500.000. Docfest ehf. Starfsfólk samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og sóknaráætlunar Vesturlands óska styrkum til hamingju og óska þeim velfarnaðar í komandi verkefnum.